Ég tel að jarðvegseyðingin sé alvarlegasta og hin þögla kreppa heimsbyggðarinnar og árlega verða landsvæði sem stærri en flatarmál Íslands jarðvegseyðingun á bráð. Því fylgir vatnsskortur, hungursneyðir og styrjaldir. Og við Íslendingar sem státum af elstu jarðvegsverndarstofnun í heimi, við eigum að láta til okkar heyra og miðla af okkar miklu reynslu á baráttunum við þessa jarðvegseyðingu, þannig að við höfum svo sannarlega verk að vinna í alþjóðlegu samhengi. Ég svo ungur á árum að ég man eftir öllu þessu svæði frá hringveginum og upp að Gunnarsholtstorfunni, 9 km leið, kolsvartri auðn, hvergi stingandi strá. Og öll þessi mikla og glæsilega ræktun hér færði mönnum heim sanninn það að það var hægt að endurheimta gróður á Íslandi, fyrst og fremst á láglendi, þar sem áætlan hefur verið, og taka það til nytja, ekki bara til landbúnaðarnota, heldur bara almennt að þetta væri hægt. Allt þetta landsvæði hérna var þakið vöxturlegum birkiskógi fram eftir öldum og að menn voru ekki að gera til kola úr kjarri heldur úr vöxturlegum hríslum. Og ástand lands á afréttunum á eldfjallasvæðunum einfaldlega með þeim hætti að þar getur landnýting ekki orðið með sjálfbærum hætti á komandi áratugum. En á að friða alla afrétti? Það ég ekki viss um. Það held ég bara alls ekki. Við erum ekki betur settir ef við förum að ofbeita heimalöndin og vannýta góða afrétti. Vel meðfarna afrétti. Það ekkert fengið með því. Staða beitamála á landinu í heild, hver hún? Hún mjög mismunandi. Við erum með allt frá því að vera með svona svo auðnir eins og hér. Svo er þetta oft mjög hvað innan annað, eins og þessi blettur sem að ganga núna. Hann bara mjög fínn, það ekki drof í þessu, þetta algróið og ágætis uppskera. Mér ákveðlega minnistætt þegar ég að byrja svona í landgræðslu starfinu að heimsækja bændur og skoða landgræðslusvæði. Ég kem í Mývatnssveit og hitti þar fullorðinn bónda sem var ákveðlega vandaður bóndi og ég bar mikla virðingu fyrir. Og ég var að spurja hann framgang birkisins í Mývatnssveit og hann sagði að þetta væri vágestur fyrir sauðfjárbóndan. Og það var munur þegar við höfðum blessaðar geiturnar. Þær héldu birkinu niðri. En sauðkindin, hún alveg vitagagnslaust að ráða við birkið. Það eru prestar í ættinni eins og séra Sveinn Eiríksson í Ásum og sennilega fleiri. Og spurningin eiginlega þessi, ertu trúaður maður? Já, og við mögum ekki gleyma langafa mín í móðurætt, Þórhallur biskupi Bjarnasyni. Og ég trúi því að það séu aðrir máttarvöld sem að hvetja okkur til dáða og það sé yfir oss vakað. En því miður þá óttast ég líka að það séu ill máttarvöld. Þess vegna væntanlega erum við mannkynið að slátra okkur stöðugt í styrjöldum. En eigum við ekki að fara yfir í veraldlegri efni og fá okkur kaffi, gjörðu svo vel. Jú, það kannski tími til þess. Þú ert baráttumaður og fylginn þér og allir sem að ég næ til tala þig með virðingu, en þú hlýtur að eiga þér harða andstæðinga. Já, ekki nokkuð vafi. Og það var sérstaklega á mínum yngri árum þegar að stríðið var afréttina og uppreisnarmálin, þá var ég náttúrulega miklu óbilgjarnari heldur en ég tel mig verið í dag og þá eignast ég marga harða andstæðinga. Á síðustu árunum þá hefur það breyst að þeir sem að hafa mér kannski verið hvað erfiðastir í mínum svona boðskap eins og forystumenn sauðfjárbænda að það samt sem áður gagnkvæm virðingu og sumir þeir eru hreinlega að telja til vinamenn í dag. Þetta það sem hefur breyst. Ég líti á svona uppgræðslu eins og ákveðna tryggingu. Menn kaupa tryggingu að því að ef til vill fer eitthvað úrskeiðis og það sama að rækta upp Ísland, að eiga frjósamt land. Við vitum aldrei hvað framtíðin hefur upp á að bjóða en við stöndum alltaf betur að vígi ef við eigum frjósamt og gott land í beitar eins og Ísland getur verið. Já, ég satt á Alþingi í 2 kjörtímabil og satt bæði í 8 ár í fjárlaganefnd Alþingis. Þangað komu þetta helstu forstjórar ríkisfyrirtækja og Sveinn
var auðvitað einn þeirra og ég segi að hann hafi verið einn af fremstu forstjórum ríkisfyrirtækja vegna þess að hann kom svo óskaplega vel undirbúinn. Hann kom með plan A, B, C og D og þar kom nú vel fram auðvitað skaftvellingurinn í honum, pínlítið þrjóskur, pínlítið ítinn en afar kurteis og þetta gekk allt saman ótrúlega vel fyrir sig. Ef hann var að tapa þá var hann kominn í næsta mál og svo framvegis og framvegis. Svo þegar við héldum allt væri verið búið að þá kom hann með já, svo nú eitt atriði hérna til viðbótar, sagði hann. Þetta nú ekki nema 15 milljónir sem ég þarf að fá í þetta verkefni og oftar en ekki náði hann því fram. Þetta náttúrulega algjör snilld. Það má segja að sé búið að yfirvinna svona alvarlegustu hraðfara jarðvegseyðinguna og hún sé stöðvuð og víða sé landað eyðast. Já. En okkur stendur ógn af einstaka atburðum náttúruhamfara. En síðan náttúrulega langstærsta ógnin í dag sem við höfum fjallað áður og það afleiðingar af þessari ferðamennsku og álagi á þessa ferðamannastaði og hversu illa okkur gengur að byggja upp innviði til þess að vernda okkar náttúruperlur. Það er ljóst að stjórnvöld hafa verið tekin gjörsamlega í bólinu vegna þessa gríðarlega ferðamannastraums og ferðamála yfirvöld höfðu bæði máttvana og fjárvana til þess að takast á við þennan vanda sem skyldi. Það gengur afskaplega hægt að byggja upp aðstöðu til þess að koma í veg fyrir svona náttúruspjöll eins og hérna og það að verða mjög alvarleg gróðureyðing og náttúruspjöll við helstu ferðamannastaðina sem að ferðaþjónustan hefur í raun tekið hernámi og nýtir purkunarlaust í sína þágu á þess að greiða nokkuð fyrir sérstaklega þessa auðlind.